Já, klukkan á 12. Þannig að ég held við skulum bara byrja því dagskráin svolítið það sem mikið að dagskrá. Kynna þessi kjarasamning. Mikael Dahl heiti ég formaður félag háskólakennara og ætla að vera bara fundustjóri hér á þessu fundi. Við verðum svo að skiptum sem í næstu sem verður klokken 8 fyrir akademisk starfsfólk. En í dag það sem sagt mening að kynna þessi kjarasamning félags háskólakennara 2019-2023 og ég ætla bara að biðja varaformaður félagsins Baldvin Sarjó að taka við. Gjör svo vel, Baldvin. Já, komum bless og sæl. Ég ætla að fara yfir þann hluta kjarasamningsins sem snýr að starfsfólki í töflu 695. Það stjórnsýslan og önnur störf heldur en akademisk störf. Fyrst bara svona grunnupplýsingar. Þetta er langur samningur og hann er afturvirkur frá 1. apríl síðastliðnum og gildi til lok mars 2023. Og þetta eins og þessi samningar sem hafa verið að gera undanfarið, þetta er krónutölusamningar, ekki prósentusamningar. Og fyrsta launahækkunin kemur núna inn frá 1. apríl 17.000 krónur í töflu og þið hafið fengið eina eingreiðslu í ágúst 105.000 sem kemur til frádráttar en þetta á að gera upp frá 1. febrúar næstkomandi mér sagt. Það sem þessi afturvirkni sem á eftir að gera upp. Síðan hækkar taflan 18.000 þannig 2020, 15.750 2021 og 17.250 2022. En þetta samt ekki alveg svona einfalt vegna þess að það sem gerist það að krónutölan hún fer á 0. flokk í töflunni. Þið kannski sjá hvernig taflan lítur út, hún náttúrulega tvívíð, það eru launa flokka niður og svo eru þrep til hægri. Og 17.000 krónurnar koma á 0. flokk vinstra megin í töflunni en þær prósentuhækkanir sem eru nú þegar í launatöflunni þær eru látnar halda sér. Þannig að það er hækkun upp á cirka 2,5% til hægri og það er bara þannig í okkar samningum, okkar fólki raðar samkvæmt skrefinu og skref raðar öllum í 5. og 7. þrep. Þannig að þessi 17.000 kall hann er orðin einhver kannski 20.000 krónur þegar fólk er komið á þann stað sem er í launatöflunni. Launahækkanirnar, sjá hvað bilið lægstu hækkanir, það lágmarks launahækkun á tímabilinu 12,5% en fer alveg upp í 17,5%. Og það þá náttúrulega lægstu flokkandi sem hækka mest út af þetta krónutöluhækkanir. Og síðan hversu há krónutala þetta frá 75.000 tæplega upp í 102.000 og meðaltal krónutöluhækkanar 80.500 en ekki 68.000 krónur eins og mætti halda samkvæmt þessum krónutölum í samningnum sjálfum. Ég endur bara að stoppa mig og spyrja ef þið hafa einhverjar spurningar. Og þetta skrefið og sjá hvernig fólki raðað þar inn. Það bara þetta fólk sem minna en 300 stig í skrefinu. Þá launaflokki 5, þrepi 6. Núna með 445.000 krónur á mánuði en fer upp í 524.000 í lok samningstímans sem 17,5% hækkun. Síðan þarna í 12. flokki 600 stiga meira, launaflokku 12,5. Þá eru við komin niður í 12,5% og rauninni ef þetta væri bara krónutöluhækkanir þá væri allir þar fyrir neðan með minna en 12,5%. En það sem gerist það að þeir sem eru í efstu flokkunum það leiðrétt þannig að enginn fær minna en 12,5% á tímabilinu. Með þessi stig, það náttúrulega fólk veit ekki hvað með í stigum, þetta allt mjög ógagnsætt kerfi í rauninni. Það þarf að spyrja hvert einasta skipti sem viljum fá svo upplýsingar og þannig að við ákomum að vinna því líka núna að koma inn í stofnanasamning að það væri eitthvað unnið í skrefinu. Þannig að það 2 atriði sem við bættum inn í stofnanasamningin okkar við Háskóla Íslands, ekki samninganefndina. Fyrsta lagi þetta að gera sem stig aðgengileg félagsmönnum. Þannig að þið viti hvað þið standið og hvernig þetta verður til framtíðar, hvernig stigasöfnunin eins og akademískir starfsmenn þeir sjá alltaf hvað þeir með í stigum og hver viðbótin en við sjáum þetta ekkert í rauninni. Það engin tilkynning sem berst okkur. Þannig að þetta þarf að gera aðgengilegt í uglu og það verður unnið að þessu verkefni á þessu ári og á að ljúka á þessu ári. Og jafnframt gerðum við settum við inn í stofnanasamninginn líka ákvaðum það að stefna að endurskoðun starfsmannskerfisins á samningstímanum.
Þannig að bara fara í gegnum allt kerfið og hvernig launasetningin og annað og vinna þessu á þessum tíma sem við höfum. Við höfum náttúrulega rúman tíma, rúm 3 ár eftir að þessum samningi þá, ef hann verður samþykktur. Þannig að það rúmur tími til stefnu. Síðan ætla ég bara að fara svona í gegnum það sem helsta í samningnum. Það þessi 3. grein, þetta sérst önnur laun sem starfinu fylgja. Þetta nýtt ákvæði sem kemur í staðinn fyrir sem sagt fasta yfirvinnu. Og þetta kemur til vegna breytinga á sem sagt vinnuvikunni. Það sem fer í fljótlega eftir núna. Þá það í samningunum, þá stytting vinnuvikunnar þar inni. Og það ákveðnar aðgerðir gerða þar sem gerða það verkum að það erfitt að halda utanum þessa yfirvinnu. Þannig að það kemur þá grein þetta, það er bara einhver upphæð sem samið sem kemur ofan á launin, önnur laun sem starfinu fylgja. Svo 4. grein viðbótarlaun, það sem alltaf verið ákvæði viðbótarlaun og þetta bara tímabundið álag einhver verkefni sem kalla það hærri greiðslur, tímabundið verkefni sem segi. Þetta var 30.000 krónur fast í fyrri samningum en núna engin upphæð tilgreind, þannig að það bara samningsatriði hvað fólk getur fengið þá undir þessum lið. Svo þessar hefðbundu uppbætur, persónuuppbót og orlofsuppbót. Desemberuppbótin hún hækkar 2.000 krónur á ári á samningstímanum og orlofsuppbótin 1.000 krónur. Allt sem frekar hefðbundið. Og svo það stytting vinnuvikunar. Og þetta nokkur atriði sem taka á þessu og raunin líka grein 4 sem tekur á þessu. Grein 4, 6 og 7, bókun 5 og fylgiskjal 1. Þetta ansi mikill pakki. Og samkvæmt fylgiskjali 1 sem lýsir styttingunni, þá komin heimild til styttingu vinnuvikunar niður í alltaf 36 vinnustundir. En það verður að vera samkomlega það á hverju starfsstöð fyrir sig og eru tæki og tól til að tryggja þetta samkomulag verið til, en það verður alltaf stytting 13 mínútur á dag. Það alltaf í hendi. Já, fyrirkomulegst verður útfært af hverju stofnun og síðan þetta borið undir atkvæði starfsmanna, ekki endilega félagsmanna. Það bara öll félög sem liggja undir. Og ferlið þannig að rektor á að eiga frumkvæði að þessari vinnu og vinnan á að hefjast fyrir 1. apríl næstkomandi og á að ljúka 1. október. Þannig að hún komið til framkvæmda í byrjun næsta árs. Þarna kom eitthvað sem ég ætlaði að ræða. En stytting vinnuvikunar. Í þessu skjali, í þessu fylgiskjali 1, eru nefndar 4 mögulega leiðir. Það sem segir ekki að það sé bara tæmandi listi við leiðir, en þetta allavega 4 leiðir sem eru nefndar í þessu fylgiskjali. Og fyrsta leiðin þessi daglega stytting, að þá getur stytt hvern dag einhver tíma. Og þarna fyrst andrins 13 mínútur, en kannski klukkutíma þá á dag í 4 daga vikunnar, eitthvað þannig. Svo þessi möguleika á vikulegu styttingu og þá myndi við vinna hálfan dag, hálfan föstudag kannski eða eitthvað þannig. Svo þessi stytting sem útfært nánar á stofnun, þá það kannski bara svona dreifðari útfærsla. Og 4. leiðin sem nefnd þarna sem sagt að styttingin sem tekir út í heilum eða hálfum dögum. Þá henni þannig að geta reyndar ekki notað þetta á sumarleyfistíma, en yfir vetrartíma þá getið þið notað heila og hálfa daga, til dæmis bara eins og í vetrarleyfi hjá börnunum eða eitthvað annað, þá getið þið notað heila daga í svoleiðis. Já, þetta það byrjum þetta 7 dagar ára sem þetta þá komið til viðbótar. Sem bara dæmi styttingu, þetta dagleg styttingu 13 til 35, pluss 35 mínútur. Sjá hvernig það kemur út, þá bara hættið aðeins 4 á daginn, það bara þannig. Þetta ein tegund af styttingu. Síðan önnur stytting, það bara önnur tegund, það bara stytting hálfan dag á viku, hætt að hátið að föstudag til dæmis. Og hér bara stytting 1 dag, þá 2 dagar í mánuði sem myndi þá fá frí. Og svo þetta þessi 4. leið sem ég nefndi áðan, þar sem menn getur tekið eins og klemmudag eins og nefndir frí eftir einhvern hátíðardag.
Það sem kemur á móti þessu það að í þessum kjarasamningum eitthvað sem heitir yfirvinna 1 og yfirvinna 2. Það þannig að það raunir vera að stytta vinningu úr 40 í 36, en ríkið vill tryggja það að þetta muni ekki fela í sér launaskrið, þannig að fólk fara bara fyrir yfirvinnu og með fleiri yfirvinnutíma. Þannig að það sem gert þarna, að það verður til eitthvað sem heitir yfirvinna 1 og hún á lægri taxta heldur en þessi hefðbundna yfirvinna sem við þekkjum. Og yfirvinna 2, það yfirvinna umfram 40 tímana og hún bara sama taxta hún í dag. Þetta var svolítið erfitt fyrir okkur vegna þess að við erum náttúrulega öll svolítið sérstök, en þetta er mjög sérstakt félag að því leyti að við erum með mikið af hlutastarfsfólki og mikið af fólki sem jafnir í 2 hlutastörum innan háskólans eða vinnu hérna og á spítalanum eða Matís eða einhvers staðar annars staðar. Og þá það alltaf þannig, þú þarft að vera komin upp í 40 tíma til að detta inn á yfirvinnu 2 og það náttúrulega ósanngjarnt út í 250% störfum við háskólann og þá varst að vinna rauninni 20 yfirvinnutíma á konustað fyrir sig til þess að detta á yfirvinnu 2, annars þetta á þessum ódýrari taxta. Þannig að við fengum í gegn bókun það að það ætti að taka tillit til heildar vinnutíma bæði innan háskólans og í störfum hjá ríkinu þegar ákvarðað hvernig eiga að greiða fyrir yfirvinnu. Síðan stendur líka þessu fylgiskjali 1 að þarna breytingin á skipulagi vinnu á ekki að leiða til breyting á launum. Þú átt heldur ekki að lækka í launum. Og þá kemur bara þetta inn sem ég var að tala áðan með grein 3. Í stað fastra yfirvinnu kemur þá bara einhver upphæð sem þið semjið Eins og núna einhver væri hérna í 50% starfi með fasta 10 yfirvinnutíma, þá myndi hann rauninni kannski lækki launum við þessa samning. En það á ekki að vera þannig, þannig að það þarf að semja það á hverjum stað fyrir hvert fyrir sig að leiði ekki til lækkunar á launum eða menn hækki óeðlilega lítið. Og að lokum þá bara minnast á hennar punkt sem á ekki reynda við ykkur hérna, en þessi stytting vinnuvíkunar, hún rauninni eingöngu fyrir starfsfólk sem í töflu 695 sem starfsfólk í stjórnsýslu, en á ekki við akademíska starfsmann. Þar kveð á starfsskyldur í stofnanasamningum og reglum og engin mæling á vinnutímanum eins og hjá okkar hluthafafélaginu. Þá 8. greinin orlof. Það nokkrar breytingar þar sem eiga sér stað. Fyrsta lagi að þetta atriði hérna núna verða allir með 30 daga rétt. Það hefur verið þannig að fólk byrja með lægri rétt og hækkar rétturinn eftir aldri, en með þessum samningi þá verða allir með sama rétt sem 30 daga, sem ítrasti rétturinn eins og í dag, sem 38 ára eldri. Þannig að allir verið komið 30 daga. Þá kveðið á það að starfsfólk hefur rétt á 15 daga samfelldu orlofi á sumartíma. Og síðan eru breytta reglur lengingu og flutning. Fyrsta lagi þessi breyting á lengingu og orlofi sem tekir utan sumarorlofstímabils. Það þannig hjá okkur núna að það ef orlofi tekið utan sumarorlofstíma þá fáum við 25% lengingu. Enda verklagsreglur háskólans segja að það geti verið alltaf 8 dagar, en það sem gerist núna, að núna verður þetta samkvæmt skriflegri beiðni yfirmanns. Þannig að yfirmaður verður að samþykkja það að þið fáið orlof að vetri með þessari 25% lengingu. Og það í rauninni samræmi við lög. Hitt var ekki alveg samræmi við lög, en þetta þessi breytingi þar. Þetta ekki sjálfkrafa eins og hefur verið. Svo þessi flutningur á orlofi. Rauninni aftur, þetta eitthvað sem bara einhverja verklagsreglur innanhús sem leiðir tiltekinn flutning, en í þessum kjarasamningi kemur fram að hann rauninni óheimilt nema með beiðni yfirmanns aftur. Og hámarkið á þessum flutningi 60 dagar á milli tímabila, sem náttúrulega 2-falt orlof. En þrátt fyrir það samt sólarlagsákvæðið, þannig að þið hafið tíma til að vinna á, ef þið hafið meira en 60 daga, þá hafið alveg til 30. apríl til þess að vinna á því. En rauninni ef þið eigi eitthvað umfram 60 daga, 30. apríl 2023, þá fellur það niður.
Og svo að lokum nýtt atriði sem þarna eins og samningi en það sem verið alveg unnið eftir þessu og það þessi réttur til launalaus orlofs í alltaf 30 daga og kemur úr öðru starfi. Það er engar spurningar. Ok, þá það 9. greinin, hún fjallar ferðatíma erlendis. Það er búið að vera í samningunum okkar, það er ákvæði greiðslu og álagi þegar fólk er að ferðast erlendis á vegum skólans. Og þarna viðbæturnar sem koma þarna eru þær að það er bætt málsgreinum stórhátíðar álag, þá er það fleiri tíma sem koma til þá ef fólk er að ferðast á þeim dögum og síðan er skilgreint nánar hvernig þetta fer fram ef fólk óskar þess að þessi tíma verið teknir út í frítíma. 10. grein styrktarsjóðinn, þetta er mjög mikilvægt. Við erum að fá hækkun í styrktarsjóðinn úr 0,55% á heildarlaunum í 0,75%. Þetta er mjög mikilvægt. Sjóðurinn það er sífellt meiri ásókn í þennan sjóð. Dagpeningagreiðslur hafa aukist mikið, veikindadagpeningar. Þannig að það var mjög mikilvægt að fá hækkun í þennan sjóð að hann geti staðið undir sínum skuldbindingum. 11. grein lífeyrissjóði, svo sem ekkert nýtt þar heldur en það er raunin bara áfram þannig, það er skylduaðild að LSR fyrir okkur. Það er ekki, við getum ekki valið okkur lífeyrissjóði, við verðum að vera áfram með lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Og svo það 12. greinin sem fjallar atkvæðagreiðsluna og samningaforsendur og það bara svona varnaglar sem eru inn í flestum svona samningum. Það er fyrsta lagi sem verið breytingar á almennum vinnumarkaði, þá er hægt að taka upp viðræðurnar. Og síðan það þannig að ef verið kjarasamningum á almennum markaði sagt upp og þá munum við fá heim til að segja okkar samningi upp líka. Og þriðji fyrirvarinn sem var settur inn, það Lánasjóð íslenskra námsmanna. Það hefur verið vinna í gangi með endurskoðun Lánasjóðsins og við höfum búin að skila sér skýrslu ef ég skil þetta rétt. Og núna á að fara að vinna að stað við hún byrjuð við að endurskoða kerfið allt í heild sinni. Við vildum bara tryggja það að þessari vinnu myndi ljúka. Þetta myndi ekki bara hanga endalaust og ekkert gert. Þannig að rauninni við fáum heimildir uppsagnar en þessari vinnu verður ekki lokið fyrir næstu áramót. Síðan eru bókanirnir í samningnum hjá okkur. Bókun 1, hún fjallar næturvaktir fyrsta lagi sem á ekki við okkar fólk. En hins vegar fjallar hann líka að lengdan uppsagnarfrest fyrir fólk sem 55 ára og eldri. Þannig að ég man ekki hvernig stig fær stigi en við 60 ára aldur eftir 10 ára starfi þá minnir mig að uppsagnarfresturinn sé 6 mánuðir. Bókun 2 fjallar endurskoðun á veikindakaflanum sem hefur búin að taka langan tíma. Og og breyta veikindakaflanum réttindi okkar til veikinda. Og það verið að tala snemmbar inngrip eins og kulnun í starfi og svo framvegis mjög metnaðfull áætlun þar í gangi. Og síðan skilgreiningar á langtíma og skammtímaveikindum og síðan hvernig veikindadagar eru taldir. Ég veit ekki hvort áttu ykkur af því en ef þau eru veik á föstudegi og síðan aftur á mánudegi þá það 4 dagar. Og svo hvort að þessar reglur eigi ekki að fjalla veikindi nákomina í stað eingöngu barna undir 13 ára. Og ég held að það væri kærkomið að fá það í gegn. Og það er ákveðna tímasetningar á þeirri vinnu. Bókun 3 fjallar fræðslumál og hvernig á að fara fram heildarmat á umgjörð þeirra mála og náttúrulega þriðja iðnbyltingin og allt það og þá skoðast áætlanir og námsleyfi og þessi vinna á að hefjast núna í næsta haust á næsta ári og á að leggja niðurstaða vinnuna og leggja fyrir vormánuðum 2022. Bókun 4 fjallar launaþróun tryggingu. Tengist saleik, við veitum hvað það er. Það er rauninni þetta að launaþróunin sé svipuð á almenna og opinbera markaðnum. Þannig að við erum bara að tryggja það að við munum fá þetta inn hjá okkur þegar þetta liggur fyrir hvernig sem það verður.
Bókun 5 síðan, ég var búinn að ræða hana aðeins áðan, hún fjallar yfirvinnu 1 og 2 hjá hlutastarfsfólki. Fólk sem í 2 eða fleiri hlutastörum innan háskólans eða hjá ríkinu. Ég er bara búið með þetta sko, bara síðasta gæra. Við munum opna fyrir rafræna atkvæðagreiðslu núna í dag eftir þessa fundi 2:30 og þið fáið náttúrulega póstum það hvernig það fer fram og atkvæðagreiðslu mun ljúka 15. næstu viku klukkan 3 og bara hvet ykkur eindregið til þess að kynna ykkur samningin og taka afstöðu. Já, samningur verður sendur ykkur eftir þennan fund, þá verður hann sendur ykkur í tölvupósti.